Góðan daginn og til hamingju með daginn. Það ótrúlega gaman að fá að hafa hann skemmtilega fund okkar sem að við kalla Samfylkingin í beinni á afmælisdag Samfylkingarinnar, 5. maí. Þetta stór dagur fyrir okkur öll sem aðhylltum jafnaðarstefnuna og við þökkum auðvitað öllum þeim sem að fylgdu liði þarna fyrir 20 árum, þessum 4 flokkum sem ákveða að stofna þennan flokk okkar formlega. Þannig að bara við byrjum á því að segja takk fyrir það. Ég svo heppin að hafa formanninn okkar, Loga Einarsson, hér í spjalli í dag. Við ætlum að ræða eins flokkinn okkar, góða, jafnaðarstefnuna, hvert við erum að stefna og auðvitað kannski svolítið litast það bæði af koronakrísunni sem við erum í og svo bara því að það nálgast kosningar og fleira og við erum landsfund og alls konar. Það alltaf einhver tímamót sem að nálgast en sannarlega áskoranir núna. Þessi góði flokkur okkar, hann hefur haft þessi gömlu gildi, frelsi, jafnrétti, samstaða, kvenfrelsi, við hefum aðeins, en það alltaf þessi grunngildi sem hafa einkennt allt og auðvitað, maður ótrúlega þakklátur fyrir að fá að standa á eiginlega sögunni, þessari meira en 100 ára gömlu sögu. Eða hvað segir þú, Lei? Þú líka uppfullur þakklætis til allra sem að ruddu brautina eins og ég bara búin að vera að hugsa fyrstu konurnar sem settust í borgarstjórn og fólki sem fór og barðist fyrir kjörum og annað í dag, fulla þakklæti. Jú, auðvitað maður það og til hamingju með daginn auðvitað. En á sama tíma þá erum við í dálítið skrítinni stöðu í samtímanum að því að það ekki nóg með að það hafi tekið 150 ár að gera okkur lífið þó þetta gott eins og það í dag. Heldur erum við líka kannski í þeirri stöðu að horfa fram á það að ef við skilum ekki næstu kynslóðum jörðinni og lífinu jafngóðu að þá stöndum við uppi þeirri sterkilegu stöðu að vera kannski sú kynslóð í mannkynssögunni sem að hefur það best frá upphafi til enda og það getum við auðvitað ekki sætt okkur við. Þannig að þessu þakklæti liðinna kynslóða verðum við í rauninni að mæta með því að taka höndum saman að færa gæðin áfram. Og ég held að það sé kannski stóra verkefni Samfylkingarinnar. Það auðvitað að tryggja fleirum hlutdeild í þessum gæðum og jafna lífskjörin en einnig tryggja það að börnin okkar, barnabörnin og þau sem koma svo þar og eftir njóti þess líka að uppskera það sem að forfeður okkar hafa sáð. Já, algjörlega og við erum auðvitað bæði á þessari kynslóð sem einhvern veginn það var auðveldara fyrir okkur að kaupa okkur húsnæði og mennta okkur og alls konar hluti sem að kannski krakkarnir í dag eru svolítið meira að ströggla við. Við fengum Jónu Þóru daginn sem formaður stúdentara sem var að tala að þau sem eru tvítug núna þau upplifu kreppuna fyrir 10 árum og svo aftur núna og þau eru þau eru ekki alveg nóg og þau finnst þetta ekki alveg nóg sanngjarnt. Nei og þetta mjög fallvalt af því að annars vegar ertu þetta með umgengni okkar jörðina og náttúruauðlindir sem getur komið okkur í kreppu og vanda síðar. En svo erum við auðvitað líka að stefna inn í tíma ótrúlega mikilla og hraðra tæknibreytinga þar sem að allt einhvern veginn gæti farið á verstaveg. En ef við höldum rétt á spilunum þá getur líka falist í því tækifæri til þess að laga hluti. Við getum aukið framleiðni sem verður þá til þess að við getum mætt aldursbreytingu þjóðarinnar. Við getum minnkað vistspor sem að kannski vonandi færir okkur nærri því að lifa sjálfbæru lífi á jörðinni. Og svo felast í þessu líka tækifæri til þess að jafna stöðu ríkra og fátækra. Þetta gerist hins vegar ekkert af sjálfu sér. Við þurfum að vera mjög meðvituð hvernig við ætlum að nýta þessi spil sem við höfum á hendi og mín skoðun er sú að jafnaðarstefnan, félagshyggja á víðum grunni sé langlíklegasta svarið til þess að svo megi vera.
og við auðvitað sjáum það og það auðvitað ástæðan fyrir því að ég sem ungu maður hallast á sveif með jafnaðarmönnum og vinstra fólki og svo á endanum Samfylkingunni, það að það þarf ekki að horfa langt í kringum sem til þess að átta sig á því að jöfn samfélög sem byggja á frelsi einstaklingsins, þar sem að saman fara kraftmiklir einstaklingar sem að nýta hæfileika sín í þágu samfélagsins og sterkt velferðarkerfi og öryggisnett sem að styðja þá sem að falla milli skips og bryggju, eru þetta þau samfélög sem að best lukkuð eru af þeim sem að við þekkjum eiginlega frá upphafi. Þar kemst fólk á milli stétta, getur mennta sig þó þú fæðist ekki ríkur og allt það sem að fólk hefur oft talað ameríski draumurinn í rauninni Norðurlandadraumurinn. Já, félagsleg og hreyfanleiki fólks miklu meiri á Norðurlöndunum heldur en nokkuð tímann í Bandaríkjunum. Og auðvitað náttúrulega nærtækt að horfa á þessa hluti í miðri kreppu, víruskreppu, að þetta öryggisnet og þessi geta samfélaga til þess að tryggja öllum réttindi og heilbrigðisþjónustu, þau eru þetta grundvallarréttindi. Akkurat. Manni finnst einhvern veginn eins og það sé búið að sanna mikilvæg jafnaðarstefnunnar. Finnst einhvern veginn eins og Piketty og Wilkinson, það var margir svona fræðimenn komið fram. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að jöfnuður sé eitt af grunnþáttunum sem öll samfélagi að vinna að. Ég meina, þetta er eitt af heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Vinnum að jöfnuði, útrýma fátækt og maður hugsa svona, og svo núna í kjölfar þessara kreppu þá virðist alveg sama hvert litið að það allir að biðja ríki heimsins stuðning og ekki einhver tækifæri í þessu fyrir jafnaðarmenn? Jú, ég held að hljóta að vera. Ég meina, minnst ákosti sína dæmin okkur það að þessar stoðir sem að félagshyggja og jafnaðarstefnan byggir á eru auðvitað miklu líklegri til þess að bæði auðvitað gefa fólki kleift að búa við ásættanleg skilyrði og njóta alls þess sem lífið hefur upp á að bjóða, en einnig auðvitað til að bregðast við þegar að svona harðnar á dalnum eins og núna gerist. En það þarf ekki einu sinni að tróða þessu inn í einhvert hagfræði líkan vegna þess að auðvitað bara jafnrétti, frelsi, réttlæti, það auðvitað bara göfugt markmið í sjálfu sér og á ekkert að þurfa að ræða það út frá einhverjum kenningum. Og ég held að sem betur fer að þá byggi einhverjir stjórnmálaflokkar á Íslandi nægilega mikið á sömu sín til þess að svona okkar grundvalla hugsjónir ættu að fá slagkraft og ná í gegn ef við svona höldum áfram að styrkja okkur og komumst í ákjósanlega stöðu innan nokkura mánaða eða ára. Akkurat. Og við horfum það kannski tilbaka núna ef við okkar góða 20 ára flokk sem að hefur sannarlega var stofnaður til þess að fylkja saman jafnaðar fólki og gerði það sannlega og við hefum átt góða tíma og verið tíma en engar síður haft þó nokkur áhrif á Íslands samfélag, myndi ég segja. Þetta ekki þátt í 2 eða 3 ríkisstjórnum, það eftir hvernig þið horftir á það. Hvort við teljum Jóhannu Sigurðardóttur fyrir og eftir kosningar, hún vissulega var 2 ríkisstjórn. Stýrt Reykjavík meirihlutann þessa tíma og fjölmörgum sveitarfélögum. Svona, hvernig, ef þú horfir á þessi 20 ár samfylkingarinnar, hvað heldur að? Já, maður verður auðvitað náttúrulega bara pínu svona meir og auðmjúkur og feiminn við að sitja í því sæti að vera formaður flokks sem að hefur telt fram svona ótrúlega öflugu stjórnmálafólki og mögnuðum formönnum. Fólk sem að hefur mjög breiða, víða sýn og hefur auðvitað gert mjög merkilega hluti í stjórnmálum. Síðan þetta þessi öldugangur sem við höfum gengið í gegnum, hann endurspeglar örugglega breytingar í heiminum en hann hefur líka eitthvað með það að gera að það var auðvitað verk ríkisstjórnar Jóhönnu og jafnaðarmanna að taka til í kofanum þegar það var búið að halda þannig partí að allt var brotið
og við munum auðvitað bara ná okkur upp úr því. En ég auðvitað ekki síður stoltur af því að átta mig á því að jafnaðarmenn og Samfylkingin hefur leikið svo ótrúlega stórt hlutverk í stjórnun svona margra af stærstu sveitarfélaga landsins, lítilla líka auðvitað. Og af hverju það mikilvægt? Jú, vegna þess að þar veitum við svona mikið af svona dýrmætustu þjónustu sem að allir Íslendingar þurfa á að halda frá vöggu til grafar. Við erum með leikskólana, við erum með grunnskólana, við erum með öldrunarþjónustuna, málefni fatlara, viðkvæma hópa, heimilislausa og aðra sem ekki finna sig svona á þessari meginbraut mannlífsins. Og það bæði réttlæti og efnahagslega skynsamlegt að tryggja þessu fólki gott utanumhald. Auðvitað gamla fólkinu vegna þess að við þurfum með einhverjum hætti að launa því bara allt það sem að það hefur gefið okkur, en unga fólkinu því að það lykillinn að svona framtíðinu og hvort að við munum fóta okkur svona meðal þjóða í þessu miklu breytingu sem eru framundan. Að því að við þurfum að horfa á þetta þannig að ólíkt því sem var fyrir 100 árum þegar að það þóttu nú kannski tíðinda að menn skruppu milli hreppa, að þá hefur tæknin og samgöngur gert það að verkum að ungt fólk í dag getur í sjálfu sér valið sér starfsvettvang hvar sem í heiminum. Þannig að Reykjavík, ef við tökum hana sem dæmi, höfuðborgin okkar, þá hún ekkert í samkeppni við Akureyri, Ólafsfjörð og Akureyri ekkert í samkeppni við Reykjavík. Báðir þessi staðir eru auðvitað bara í samkeppni við Kaupmannahöfn og London og Gautaborg og alla þessa staði. Þannig að í því ljósi skiptir svo miklu máli að við leggjum miklu meira púður í menntun og aðra slíka hluti heldur en við gert áður. Af því að það eina tryggingi fyrir því að í framtíðinni að þá finnist ungu fólki þess virði að búa hér og leggja sem sagt krafta sína á okkar svona vogaskálar en ekki einhverjir annar landa. En til þess þurfum við auðvitað líka að gera fjölmargt annað. Við þurfum auðvitað að fara bara að byggja upp miklu fjölbreyttara atvinnulíf. Við höfum byggt á of einhæfum stoðum og þetta segja auðvitað mjög margir. En það ekki nóg að segja, það þarf einhvern veginn að koma því í framkvæmd. Akkurat. Það verður alltaf svona einhver bóla sem að einu sinni var þetta neti sem átti einhvern veginn og svo kom bankarnir og núna ferðamanniðnaðurinn. Við þurfum einhvern veginn að vera fjölbreyttari og með meiri fjölbreyttari nýsköpun. Ferðamanniðnaðurinn er þetta frábær, þú veist, og allt þetta alveg meira áttar en að við þurfum að einhvern veginn tryggja að hér séu tækifæri fyrir fólk sem með alls konar hugmyndir og langar að láta til sín taka. Já, sko, algjörlega sammála og það auðvitað býsna ríkt í okkur þessi arfur að vera bændur og veiðimanna samfélag svona í bland. Við eigum okkar svona góðu mánuði og ár og svo hókrum við þess á milli og þreyjum þorran. En við þurfum einhvern veginn að fara að byggja upp þannig atvinnulíf að þetta sé svona kannski jafnara. Við svona búum við stabíla efnahagslíf. Ég held að sé svo margt líka sem að gera það verkum að það svo ákjósanlegt fyrir þjóð í okkar stöðu að horfa frekar á svona hugvitsgreinar, nýsköpun, vísindi, hina stafrænu byltingu. Við erum í fyrsta lagi eyja sem mjög langt frá öðrum landamærum. Við erum rosalega fámenn og höfum svona takmarkaðar hendur. Þannig að það að koma kartöflusekk frá Íslandi yfir á meginland Evrópu, það kallar á mikið vistspor, það kallar á mikinn tíma, það kallar á margar hendur að framleiða það, á meðan að svona hinn stafræna tækni gefur okkur kleift að búa til eina góða prótótípu sem að hægt svo að fjölfalda óendanlega oft og dreifa allan heim á örfáum sekúndubrotum. Þannig að svona framsækja atvinnulíf sem byggir á nýsköpun eiginlega bara svona
hið fullkomna svar á mörgu leyti við svona íslenskum aðstæðum sem þýðir þó ekki að við ætlum að fara að veikja stoðir annara svona mikilvægra atvinnugreina. Við náttúrulega byggjum á sjávarútvegi, matvælaframleiðslu og ferðaþjónustu núna og ég meina það verður áfram og það þarf að byggja undir þær stoðir. En það hafa þær í sjálfu sér líka ítt undir þessa svona tækniþróun. Mjög mörg spennandi fyrirtæki sem að hafa skapast í kringum sjávarútveginn okkar til dæmis. Þannig að allt vinnur þetta með hverju öðru. Og nýsköpun í kringum túrismann, maður hefur nú bara séð það sem Íslendingur á ferð landi eitthvað ótrúlega margt frábært og sprottið upp. En mér finnst einmitt, ég hugsaði einmitt áður en við fórum í þessu útsendingu að það vissara nefningi nöfn því það svo ótrúlega margir sem að maður þyrfti að nefna, svo mikið af frábæru og hæfileikaríku fólki sem hefur verið í Samfylkingunni og maður auðvitað bara þakklátur fyrir að fá tilheyra þeim hóp. En mér fannst einmitt líka þessi styrkur Samfylkingarinnar á sveitarstjórnarstiginu svona eina ástæðan fyrir að ég valdi Samfylkinguna. Þar hefur verið fólk sem hefur verið lengi og helgað sér sveitarstjórnarmálum og ég held að við getum, það sé svona eitt af því sem við getum verið stolt af sem flokkur. Þar hefur okkur verið treyst og þar hefur við verið með mjög sterk aðila og ég held að það sé orðið svona öllum ljósara að sveitarfélögin skipta miklu máli. Þau búa til eins og við erum að búa til í Reykjavík, við tekjum það eins og þekkingar þorpið í Vatnsmýrinni og gera Gaufunesi, það er svona skapandi, reyna að búa til einhver svona kvikmyndaver og eitthvað meira skapandi þar í kring, en svo líka bara hvernig við eigum að mæta loftslagsmarkmiðunum. Það verður ekkert gert án sveitarfélagana og þá þurfum við að vera þar sterk líka. Já, algjörlega og ég meina, sko, fyrir utan auðvitað mikilvægi sveitarfélaga fyrir íbúana og samfélagi. Þá náttúrulega ég auðvitað sveitarstjórnarfólkinu okkar í Samfylkingunni náttúrulega líka býsna þakklátur fyrir í rauninni þeirra hlutverk þegar að við stóðum í bara hálfsoknum bátnum 2016 og sáum ekki til lands. Að ljósið í myrkrinu var auðvitað að við áttum mjög sterka innkomu í mörgum sveitarfélögum og þar auðvitað heyrðist okkar rödd kannski skærast og síðan auðvitað náttúrulega Samfylkingin einn af fáum flokkum á Íslandi sem að sko nýtur þeirra gæfu að eiga sko mjög stóran félagalista og mjög fjölmenna grasrót sem að svona hefur einhvern veginn ítt manni upp úr skurðinu svona þegar manni finnst svona öll sund vera lokast. Akkurat. Þannig að ég held að það sé í rauninni ekki hægt að gera aldrei nóg úr því að eiga þessar 3 stoðir flokksins sem grasrótin, sveitarstjórnararmurinn og svo þetta þingflokkurinn sem skiptir líka máli. Já, algjörlega og einn af grunnstoðunum okkar og auðvitað eina ástæðan fyrir við stofnum Samfylkinguna því við viljum stjórna þessu landi og ég held að sé bara mikilvægt að við komumst í það. Ég held að það sé mikilvægt en við mögum heldur ekki gleyma því að mannkynið ætla sér að verða til í einhver milljón ár í viðbót og meira en það jafnvel og saga stjórnmálaflokks svo ótrúlega stutt í því samhengi og stjórnmálaflokkur ekki búinn til fyrir sjálfan sig heldur til þess einhvern veginn að vera hreyfiafl til þess að gera samfélagi betra. Það sem ég á við með þessu að á sama tíma og auðvitað við eigum að vera áköf og hugsa það dag og nótt að við þurfum að komast í áhrifastöður og komast í ríkisstjórn að þá skiptir líka máli að þú farir ekki þangað án þess að eiga erindi þar að segja þurfum að gera svo mikla málamiðlanir frá grunngildum að niðurstaðan geti jafnvel orðið skref aftur og bak í einhvern tíma. Stjórnmál eru langhlaup, þú þarft úthald, þú þarft þolinmæði, þú þarft æðruleysi og ég held að við séum einfaldlega þar að við eigum að horfa á okkar svona framgang með þeim hætti að sígandi lukka best og við sjáum svona ljósið og við munum ná þangað
En það mun gerast hægt og hægt. Það mun gerast hægt og hægt, já, akkurat. En við erum að sjálfsögðu ekki að sækjast eftir völdum til að fá völd, við erum að sækjast eftir völdum til þess að vera hreyfiafl breytinga. En við náum fram breytingum í samfélaginu. Algjörlega, Og það algjörlega. Ég vona að fólk treysti því. Algjörlega. Og fyrr en síðar held ég að sé nauðsynlegt að jafnaðarmenn séu við ríkisstjórnarborðið. Já. En ég bara meina að það má þá ekki gerast nema að við sjáum fram á það að stór hluti og kannski að minnstakosti mikilvægasti hluti af okkar stefnu eigi þar slagkraft. Akkurat, og verði komist til framkvæmda. Já. Við séum ekki bara, já, akkurat. Það er reyndar áhugavert að því nú erum við að halda upp á 20 ára afmæli flokksins okkar að horfa aðeins á stjórnmáli því að nú koma fram alveg heilu stjórnmálahreyfingarnar sem í rauninni tala stjórnmálin niður. En við höfum þessa sterku grasrót, við höfum fullt af fólki sem vill starfa í stjórnmálaflokk og ég hef einhvern veginn alltaf verið svolítið stolt af því að starfa í stjórnmálaflokk þar sem er svona öflug umræða og samtal og auðvitað var Samfylkingin svolítið þannig og hún kom fram til þess að búa til nýjar hugmyndir, safnaði saman fólki, kom fram með lausnir, ræddi og voru ekki samræðu stjórnmálin sem að Samfylkingunni var nú alltaf já svona var næstu gert grína en kannski er það líka svolítið núna að maður sé stjórnmálahreyfingar, hvað heldur þú Lea? Heldur að stjórnmálaflokkar verði áfram til, munu þeir breytast mikið, verða þeir kannski eins og við höfum talað og svona meira samræðu stjórnmálaafl þar sem fólk tekur þátt eða mun fólk hræða stjórnmálin? Ég held að stjórnmálaflokkar, að minnstakosti svona hópur af fólki sem aðhyllist sömu skoðunir hljóti alltaf að vera til með einum öðrum hætti. Ég held að við höfum alveg verið opin fyrir því að stjórnmálaflokkar geta breyst eins og annað, möguleikar fólk til þess að hafa áhrif, afla sér þekkinga, verður með öðrum hætti heldur en að við þekkjum hingað til. Við erum auðvitað svo lánsöm á Íslandi að fólk eru auðvitað samhliða því að hafa aukna möguleika til að koma skoðun sinni á framfæri, líka svona almennt betur að sér og léttara fyrir það að afla sér þekkinga. Skiptir auðvitað máli að við kennum unga fólkinu að vera krítískt þegar það er að ná sér í fréttir. Þannig að já, ég held að stjórnmálaflokkar verði alltaf til og ég held að það sé nú alveg gæfa Samfylkingarinnar að hafa einhvern veginn farið þá leið að hefja til vegs samræðu stjórnmál. Mörguleyti kannski eðlilega afleiðing þess að jafnvel þó að við höfum öll verið félagshyggju fólk fyrir rúmum 20 árum, þá komum við kannski úr 4, 5, 8. Þetta er alþýðuflokkurinn sem stofnaður er samhliða alþýðusambandinu, alþýðubandalagi sem var svona aðeins vinstri sinnar og barist gegn hernum meðal annars. Kvennahreyfingin sem hefur alltaf verið svona sterkt afl hjá okkur og auðvitað á kannski svona sína dýrðardaga þegar að þau komu með kraft inn á Alþingi og svo auðvitað Jóhanna Sigurðardóttir með þjóðvaka og það fólk sem hafði svona verið landlausara innan flokkana. Íslandshreyfingin, það er þetta nefna fjölda marga hópa sem hafa komið inn í Samfylkinguna. Það hefur svo gert það verkum að við höfum auðvitað neyðst til þess einhvern veginn að sameina og finna góðan samnefnara fyrir skoðanir allra þessara hópa og ég held að það sé mikilvægt og ég get ekki gert nógu mikið úr því að við temjum okkur umburðarlyndi og víðsýni í garð hvers annars. Innan flokks eins og Samfylkingarnar verða að fá að þrífast skoðanir sem eru mjög ólíkar án þess að við förum í hár saman. Auðvitað er það alltaf erfitt og maður sér alltaf annars lagið að það skortir umburðarlyndi okkur eins og aðra. Okkar á milli jafnvel, sko. Okkar á milli. Ekki kannski okkar en svona í Samfylkingunni. Já, og ég meina við eigum alveg að tala um það opinskátt þegar það skiptir gríðarlegu máli. Já, einmitt. En ég held að flestir kannast nú við það. Í stórum fjölskyldum er nú oft, fólk er ekki sammála um allt og við erum auðvitað svona eins og jafnaðarmenn tala gjarnan í Evrópu, stór fjölskylda, við komum úr mismunandi áttum og sjáum hlutina með mismunandi sýn, en það er kannski einmitt það sem er virði í stjórnmálaflokkana. Algjörlega. Fólk er ekki allt sammála og ekki alltaf koma frá sömu þúfunni með sama sjónarhorn. Nei, ég þurfti nú að telja á fingrunum og meðan varst að tala vegna þess að ég var svona að reyna að átta mig á hvað ég kem úr stóru fjölskyldu, sko. Já. Ég meina við vorum 8 á heimilinu og þú getur nú ímyndað þér
hversu mikill samhljómur hefur allt ævinlega þar. Já. Auðvitað var það ekki en hérna, við erum ágætisvinir í dag öll. Já, akkurat. En þetta kannski svona, við erum í þessari stóru fjölskyldu og ég held kannski það hefur nú gjarnan verið haldnar fréttir af því að jafnaðarmenn sé að tapa allstaðar og þeim gangi ekki vel. Mér hefur nú fundist það verið að snúast, við erum að stjórna flestum Norðurlöndunum og við auðvitað sem formar og varaformar fáum að taka þátt í starfi stórfjölskyldunar. Hefur eitthvað verið í sambandi við Norðurlöndin núna? Hefur borið saman hvað þau eru að gera, þar sem að jafnaðarmenn eru að stýra og við? Nei, ég hitti formenn hinna jafnaðarmannaflokkana í febrúar og það var afskaplega gaman. Þetta eru auðvitað stórir kjölfestu flokkar í sínum löndum sem hafa stýrt í rauninni uppbyggingu samfélagsins í áratugi og geta margt kennt okkur. Ég hef nú ekki heyrt í þeim eftir að veiru djöfullinn svona fór að kræla á sér. En hérna maður hefur auðvitað fylgst með því sem þeir eru að gera og rauði þráðurinn það að á sama tíma og það skiptir gríðarlega miklu máli að fyrirtækin hafi slagkraft og eigi sér möguleika þegar að endurreisnin byrjar að þá þurfum við á sama tíma að verja fólki sjálft og heimilin fyrir því tekjufalli sem að þau eru að verða fyrir. Að því leyti til finnst mér skorta töluvert upp á það hér á Íslandi. Og við vildum gjarnan sjá meira gert, tryggja hærri og betri atvinnuleyfisbætur, tryggja námsmönnum betri stöðu, huga vel að öllum þeim hópum sem eru viðkvæmastir í stöðu núna, sem að auðvitað einhverju leyti verið að gera. Og svo aftur, sem að mér finnst allt og lítið hafa verið talað núna, samfara þessari veiru, það er staða sveitarfélagana. Við komum áðan inn á það hversu mikilvæg þau eru bara í öllu okkar daglega lífi. Þau hafa hins vegar ekki sömu möguleika til tekjuöflunar, þau hafa ekki sömu möguleika á ríki til að skuldsetja sig, þau geta ekki prenta peninga eins og ríki að gera. Þannig að þau munu ekki koma nógu vel, getum við sagt, í gegnum þetta nema að ríki grípi til mjög róttækra aðgerða í samráði við þau framtíðina. Við getum ekki sætt okkur við það að svona megin þorri atvinnulífsins komist á lappirnar og sé orðið kraftmikið eftir 1-2 ár en að við setjum uppi með skerta grunnþjónustu í leikskólum, grunnskólum og öldrunarheimilum. Getum ekki sætt okkur upp við það. Það myndi veikja samfélagið okkar. Það myndi bæði vera algjörlega og ásættanlegt bara gagnvart þeim mannréttindum sem að fólk á Íslandi býr við, en það mun líka til lengri tíma veikja okkar möguleika til þess að verða framsækið, kraftmikið, framleiðsludrifið, gott samfélag. Akkurat. Og sveitarfélögin geta í rauninni ekki víða annars það skorið niður. Ég meina grunnskólinn er 50-60% af útgjöldum flestra sveitarfélaga ef maður horfir á A-hluta. Já, og svo eru málefni fatlara, aldraðra, þau geta ekki skorið niður en eitt annað í rauninni og það er það sem að ég held að ríkisstjórnin hér þurfi átt að sjá sem eru fundist jafnaðarmenn á Norðurlöndunum algjörlega átt að sjá að það er nú kannski ekki hópurinn sem við ætlum að skerða þjónustu við en færa þá kannski fyrirtækjunum peningana. Ja, algjörlega og ég held að jafnvel ef við tökum nú þennan vírus skratta hann út fyrir svega og við værum bara í venjulegu árferði núna þá hefði samt þurft peninga í ákveðin verkefni til sveitarfélaga. Ég hef nú lengi verið þeirra skoðunar að það þurfi að endurskoða alveg tekjuskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga bara vegna þess að það er svo mikið af þjónustunni sem hefur að færast inn í nærsamfélagi sem betra af því að það er meiri sveigjanleiki þar, þú ert nær almenningi, þannig að hún verður betri. En það eru verkefni sem að þurfa að komast ofar á dagskrá og ég bara nefni eitt. Íslendingar taka umræðinu PISA-kannanirnar jafn alvarlega og Eurovision-keppnina. Það kemur alltaf svona 1-2 mánuðir þar sem allt fer á hliðina og það er verið að ræða PISA-kannanirnar.
og það eru alveg vísbendingar þar hvað við þurfum að gera til þess að hífa okkur upp. Ef að tölurnar eru skoðaðar, þá allan mjög auðvelt að draga það ályktunum að við erum ekki að sinna fólki og nemendum að erlendum uppruna nógu vel. Ríkið þarf að koma með fjármagn í það. Akkurat. Að einhverju leyti þetta flóknari aðgerðir sem að lúta að hversu vel verið að mæta kynjónum og auðvitað nauðsynlegt að huga vel að efnaminna fólki. En sko, við megum ekki láta þessa glímu við veiruna setja okkur enn lengra aftur í þessu tilliti. Og ég var nú bara að sjá í gær, þú veist, tölur það að ungur maður sem hefur ekki menntun, hann getur vænst þess að lifa 5 árum skemur heldur en ungur maður með háskólamenntun. Þú veist, það ójöfnuður svo víða og við þurfum að taka honum. Ég skil auðvitað að þú ert í miðjum storminu núna og við erum að róa lífróður, þannig að fókusinn fer svona kannski dálítið í eina átt, en bara leið og við sjáum til lands þá verðum við að fara að hugsa í rauninni alla þessa hópa sem einhvern veginn bera svona skarðan hlut frá borði. Akkurat, ég er sammála því. Það í rauninni hlutverk okkar að passa að enginn verði eftir og við séum alla hópan inni. En svona að lokum, Logi, 20 ár fram í tíman, nú erum við búin að vera í 20 ár eða bara kannski núna næstin, við erum það nálgast kosningar. Hvað það svona helsta sem að, hvernig sérðu þetta fyrir þér núna? Hvaða áhrif viljum við ná á samfélagið helst? Já, ég held að við séum nefnilega sko á mjög merkilegum tímamótum. Við erum og þurfum að glíma við loftslagsógnina. Við þurfum að takast á við tæknibyltinguna sem að í rauninni framundan. Og við þurfum núna, þegar að höggið á efnahagslífið og samfélagið allt hefur orðið svona mikið, að spyrja okkur grundvallar spurninga það hvers konar samfélag viljum við sjá spretta upp þegar að þessu öllu líkur. Viljum við fá 3-4 há tré í garðinn sem eru falleg vissulega en skyggja á allt annað sem að fyrir eða viljum við fá fjölbreyttan lággróður sem að blómstrar á öllum mögulegum árstímum og gefur öllum svona jafna möguleika í plönturíkinu. Ég held að þannig samfélag viljum við sjá. Þannig að við þurfum að byggja hér upp fjölbreytt, kraftmikið efnahagslíf þar sem að það hvati fyrir einstaklinga og fyrirtæki að skapa fjölbreytt, spennandi, verðmæta skapandi störf og við þurfum að styrkja grunninnviðin okkar, heilbrigðiskerfi, menntakerfi, samgöngu, raforku og annað slíkt, þannig að við getum tryggt öllum landsmönnum allt land öryggi frá vöggu til grafar, góða þjónustu sem að stendur af sér svona smærri áföll, en jafnvel líka bara vond vetraveður eins og við sáum í vetur. Akkurat. Þar vorum við nú kannski bara á nippinu að ráða við þetta. Þannig að og við þurfum að búa okkur undir það að líf okkar verður með allt öðrum hætti heldur en áður og fleiri verða sem betur fyrir gamlir sem hlutfall af íbúafjöldanum. Þannig að við þurfum að tryggja það að það séu til nægir sjúkraliðar, nægir hjúkrunarfræðingar, nægir kennarar. Þannig að við þurfum að taka bæði á hinu opinbera vinnumarkaði og einkamarkaðinu. Já, ég held að. Og næra það jafnvægi og þann drifkraft sem þar á milli. Þannig að það eru spennandi tímar og góðu fréttirnar eru að þrátt fyrir að samfylkingin sé nú ekki nógu stór en þá til þess að geta stýrt þessu að þá eigum við okkur nágranna í pólitík sem eru þó það nálægt okkur. Ég alveg bjartsýnn á það að svona umbóta sinnuð og félagshyggju sinnuð öfl ættu að geta náð einhvern tímann
taki á stýrisbrú skipsins. Bara því betra. Því fyrir því betra. Það er hérna, held ég bara fín lokaorð, 20 ára afmæli Samfylkingarinnar. Við ætlum að ná og komast undir stýrið þar sem að það skiptir máli þannig að samfélag okkar verði sannarlega fyrir alla og hér sé öryggi og fjörugt atvinnulíf, fjölbreytt þar sem að hérna, allir geta fundið sína fjöl. Látið sína drauma rætast, hvort sem út kona eða kall, gamall eða ungur, fatlaður eða ekki fatlaður, innflytjendur, við höfum nú mikið lagt áherslu á það, komst ekki að ræða það hérna. Allir eiga sér stað í samfélaginu á Íslandi. En bara innlega til hamingju með afmælið. Ég vona að þið gerið öll eitthvað ótrúlega skemmtilegt í dag. Til hamingju afturlega og takk fyrir að koma. Já, bara kæra þakkir fyrir að bjóða mér til hamingju á afmælið og bara bestu þakkir til allra þeirra sem að hafa þó gert þennan flokk að því sem hann er. Já, kæra þakkir.